Og þá það seinasta samantektin á því sem við erum ennþá svona ferskast í minni sem JavaScript. En JavaScript áhugavert forritunarmál sem leyfir okkur að nýta margar mismunandi leiðir til að skrifa JavaScript forrit og hefur stuðning við bæði object-oriented að einhverju leyti og við getum verið með functional programming stíl og svona imperative stíl og við erum ekki með statist mál, þannig við erum með dynamist mál, við erum ekki með einhvern compiler. En það kannski svona helsti munurinn á JavaScript og Java, að JavaScript túlkað í hvert einasta skipti sem það keyrt, en Java þýtt og síðan það sem þýtt keyrt á einhverjum túlk. Og síðan það að breytur í Java hafa típu, en það eru gildin í JavaScript sem hafa típu. Þannig við getum verið með breytur og við getum breytt gildi og gildin ráða því hvaða típa verið að vinna með. En típunar eru nokkrar í JavaScript og við höfum þessar primitive típur. Þá erum við með string, number, big int, boolean, undefined, null og symbol. Og út frá þeim getum við skrifað í raun langflest okkar forritum. Svo getum við búið til objecta sem að safna saman mismunandi gerðum af þessum primitive típum eða jafnvel bara objectum eða síðan fylkjum og við getum búið til alls konar gagnastruktúra. En object í grunninn svona key value store. Það að segja að við erum með eitthvað lykil, eitthvað property sem á sér eitthvað gildi eða value og það value getur verið hvaða löglega gildi sem í JavaScript. Strengirnir, 3 leiðir til að skilgreina þá, við höfum leið til að escape tákn og template literals það sem við notum yfirleitt sem þá í raun að geta nota þessar segðir án þess að vera með þessar plus operatorum sem getur verið lent í vandræði með ef við erum með til dæmis strengin 0 og ætlum að bæta við hann sem óvart talan 1 eða öfugt, þá myndum við fá út 1 í staðinn fyrir 0-1 eða svona. Við fáum þetta type coercion vandræði. Við erum með eina típu fyrir tölur sem number. Við erum með boolean gildi. Við erum með undefined sem gildi á breytum sem ekki hafa verið skilgreindar og gildi á eigendum hluta sem ekki hafa verið skilgreindir. Og svo erum við með null sem stendur þá fyrir að það sé vísvitandi fjarvera gildis. Og þetta þá eitthvað sem við fáum oft og ef við reynum síðan að kalla eitthvað property á hlut eða method á einhverjum hlut sem við höldum að sé til staðar en null, þá fáum við null reference villur. Og svo þessi samanburður á milli gilda eða breyta sem innihalda einhver gildi. Það mikilvægt að muna eftir þessum skemmtilega fítus í JavaScript og ekki nota jafnt og heldur nota 3 jafnt og merki eða við erum að bera saman ekki það sama að nota upphrópunarmerki 2 af því að það byrjar á því að bera saman típurnar ef þær passa ekki að þá ekki borið saman gildin af því að hitt nota þetta type coercion til þess að kasta fyrst og bera svo saman. En við nýtum samt þessa virkni í JavaScript að vera með þessi leið til þess að kasta gildum með því að skilgreina þessi truthy og falsy hugtök að þá í raun allt það sem falsy það sem kastað yfir í gildið false. Til dæmis tómistrengurinn, tala 0, undefined, null, það. Og allt annað truthy. Síðan erum við með lógíska virkja og við getum síðan farið að skrifa forrit sem við erum búin að vera að gera og þar erum við með segðir og við setjum það saman í skipanir og svo erum við þannig með forrit sem saman safn af skipunum og einfaldasta skipunin í raun bara einhver einfald gildi með semikomu. En semikoman sett statement terminator en hún ekki krafa, það má sleppa henni sem svona áhugavert.
þangað til við erum búin að læra svolítið vel inn á JavaScript þá ættum við alltaf að setja hann inn og svo þegar við erum búin að læra inn á það og erum búin að mynda okkur skoðun það að hún sé óþarfi og vitum af hverju og í hvaða tilfellum við þurfum að nota hana eða komast hjá því að hún býta okkur að þá getum við fara að vinna hana þannig. Síðan höfum við breytur og við skilgreinum þar með lykilunum let eða const og svo hægt að nota var en það eldri útgáfa af skilgreiningum og breytum sem hefur svona ákveðna ókost sem hosting sem við viljum alls ekki lenda í. Þannig að við höfum ekki notað það í neinum dæmum hér en þið gætu samt sem að sé það í dæmum sem við finnum á internetinu og þá bara muna ef við erum með var, notið let í staðinn. Síðan höfum við const og þá megum við ekki breyta grunngildinu sem skilgreint í því. Þannig að við megum ekki breyta úr 1 yfir í 2, við megum ekki breyta úr streng yfir í tölu, en við megum hins vegar fyrir objekta og fylki eða array bæta eða breyta því gildi sjálfu. Við megum bara ekki breyta því úr objekti yfir eitthvað annað, en við getum hins vegar breytt propertyum að því. Svo þegar við erum að keyra JavaScript forrit, þá erum við alltaf að gera það í einhverju ákveðnu umhverfi og við höfum verið að gera þetta í vafranum, þannig að við höfum þá window og window inniheldur þá föll eins og til dæmis parse int eða alert eða confirm eða number eða eitthvað sem við höfum notað til þess að kalla í og nýta í forritunum okkar. Við höfum aðgang að flæðistýringum og lykkjum, svo if, while og do while lykkjur, for lykkjur og svo switch. Nei, try-catch villumeðhöndlun, kemur aðeins á eftir held ég. En svo þegar við erum að skilgreina forritun okkar, þá oft mjög gott að búa til föll, bara til þess að geta brotið upp hvað við erum að gera. Og föll eru blokkir af kóða sem geta haft nafn. Og það geta haft enga fleiri færibreytur sem kalla viðföng eða argument og hugsanlega með skilagildi sem við notum þá lykilorðið return. Ef það ekki skilgreint, þá skila fallið okkur undefined. Síðan erum við með breytur innan fallsins, fá svona lexical scope, því að þær eru aðeins aðgengilegar innan þess falls sem þær eru skilgreindar í. Þannig að ef við skilgreinum með einhverja breytu inn í falli, þá smitast hún ekki út fyrir, þá því aðeins að við notum let eða const þegar við skilgreinum breytum. Að þegar við gerum það ekki, þá fer breytan í global scope, sem þýðir þá að hún verður bara partur af umhverfinu eða window og þá aðgengilega eins og aðrir hlutir á window. Já, en let og const eru líka þannig að þau eru skilgreind fyrir blokk og eru þá blokk scoped, sem þýðir að við erum með bara curly bracket, let a jafnt og 1 og curly bracket lokast, að þá a aðeins skilgreind inn í því blokk og það blokkið skilgreind af curly bracketunum. Síðan erum við með styttri syntax til þess að vinna með föll, fórum aðeins yfir það í seinasta tíma. Já, þú getur notað hana alls staðar, en það sem þú getur notað hana í raun í því skópi sem hún aðgengileg. Þannig að í öllum forritunarmálum eitthvað konsept skóp, það bara mismunandi hvernig það meðhandlað. Instance variable, já, það ekki bara, það bara let var eða const, það skilgreinir bara breytur. En arrow functions eru leið til að skilgreina föll sem eru ónefnd, þau eru anonymous og við getum notað til dæmis eins og þegar við erum að bregðast við event listenerum, eða við erum að skilgreina event listenera eða þegar við erum að bregðast við því hvað gerist þegar að vera að resolve promise eins og við fórum svolítið yfir í seinasta tíma. Og þau hafa svona ákveðnar reglur, til dæmis að ef við sleppum þessu og skilgreinum bara eitthvað eina segð, þá raun skilagildið niðurstaðan úr þeirri segð eða því statementi. Og síðan með færibreytur eða parametra á föllum, þá gildir það sama og þar með breytur að færibreyturnar sjálfar, þær hafa ekkert gildi. Þær hafa bara heiti og það sem sett inn í þær, það gildi sem kemur til með að vera notað. Og
Þannig að við getum verið með föll sem getur takið við færibreytum sem getur verið hvaða gildi sem Þar með talið önnur föll. Það opnar svona áhugaverða leiðir til að skrifa föll og forrit í JavaScript. Svo getum við skilgreint föll innan falla og þá í raun fyrir við að sjá svona scoping þar sem við í raun hvert innra fall hefur aðgang að ytra skópi hvers falls en ytra fallið hefur ekki aðgang inn í innra skóp hjá fallið skilgreint innan sér. Og þetta býr til og leyfir okkur að vinna með hugtak sem eru lokanir eða closures, þar sem að við myndum lokun utan umhverfi þessara falla og þessi lokun inniheldur alla vísun í allt skópið sem þýðir þá í raun að það líka afrit af því hvaða breytur hafa í því tilfelli. Þannig að með þessu getum við búið til event listener sem að man hvaða gildi var sett inn í hann. Til dæmis getur sagt, þegar ég síðan einhver ítir á takka minn, þá man hann að það var sett hérna foo inn í einhverja færibreytu eða argumentin í fallið og það í raun vistað í þessari lokun. Svo erum við með fylki, við skilgreindum þau með block brackets eða bara brackets og þeir eru zero indexaðir. Við notum bracket notation til þess að nálgast gildin og lengd skildar okkur fjölda. Síðan erum við með þessi properties sem í raun að öll gildi hafa property fyrir utan null og undefined og við getum þannig nálgast þetta með dot notation eða bracket notation. Þannig að við getum kallað í 1.toFixed eða 1.21 toFixed 0 og þá fáum við tilbaka 1. Þannig að tölur hafa föll á sér, strengir hafa föll á sér og objects hafa föll á sér og föll hafa föll á sér. Objecta skilgreinum við með curly brackets og þeir geta þá verið með þessi key value og þar eru raun öll leyfileg breytunöfn, eru leyfileg heiti á propertyunum og öll gildi eru bara leyfileg gildi. Svo þegar við fyrir að tengja HTML okkur við JavaScript og þá notum við, viljum við yfirleitt nota script source og þá núna með module yfirleitt. Síðan notum við DOM-ið til þess að eiga í samskiptum við það HTML sem við viljum finna, breyta, bæta við eða fjarlæga. Og DOM-staðallinn bara almennur staðall það hvernig við vinnum með í svona markup language. Við getum ferðast það með því að bara nota ákveðin property á DOM-nóðum. Við getum fundið element og þar notum við query selector sem nýtir það bara CSS selector syntaxin yfir höfuð til þess að finna elementin eða query selector all sem leitar öllum elementum. Við getum búið til element og við getum búið til textanóður til þess að setja inn í element en síðan verðum við alltaf að bæta þeim á einhverjum tímapunkti við DOM-ið, annars í raun bara elementið okkar einhvers staðar fljótandi í eðernum og gerir ekki neitt. Síðan getum við sett attribute, við getum sett class attributeið sérstaklega með því að nota class list methodið og fleira. En síðan þegar við farin að skrifa forrit sem eiga að bregðast við einhverjum atburðum, þá þurfum við að vera með einhverja leið til að tengja föllum okkur við og þá er það með þessum atburðum og event listenerum og þetta gerir sér allt asynchronous eða ósamstillt og við segjum við vil taka þátt í því þegar einhver klikkar á þennan takka vill ég gera eitthvað og það gerum við með þá á einhverju elementri add event listener, nafnið á eventnum og svo fallið sem á að keyra. Síðan þegar þetta gerist þá fáum við hlut, einhvern event hlut með upplýsingum það sem gerðist og við getum brugðist á við því hvernig við bregðumst við í forritinu okkar. Þannig að ef það er slegið með vinstri takkanum á músinni þá getur ég gera þetta, ef það er hægri þá getur ég hitt. Svo erum við með einingar og þá eru í raun þetta næsta skref fyrir ofan það að vera að vinna með föll. Við viljum hópa föllunum okkar saman í eitthvað og þá er þetta á sér eitthvað API en við höfum notað þetta með ECMAScript modules eða ES modules sem þá með þessari import og export skilgreiningum þar sem við erum að nota það til þess að sækja eða gera aðgengilega hluti eða breytur úr
skránum okkar. Þannig að það er þessi import og export syntax. Svo erum við með þetta sem við erum búin að vera að skoða núna senstu 2 eða 3 vikur svona, er þessi asynchronous forritun og þá er það þetta að bregðast við því að hlutir gerist hægt á svona leveli fyrir tölvur. Við munum taka einhverja millisekundur fyrir að þetta gerast og þá þurfum við að geta gert ráð fyrir því í forritun okkar. Og við getum gert það með callbacks, við getum notað promises og við getum notað async og await sem er þessi syntactic sugar ofan á promises. Þetta er það sem við vorum að fara yfir í senasta tíma bara. Og við grípum villur þarna með try-catch. Þannig að þá setjum við, ef það kemur villa í því að vinna úr þessu, kemur bara villust svar frá vefþjónunum eða við missum net eða eitthvað slags, þá setjum við try-catch og þá fáum við í catch-blokkinu okkar tækifæri til þess að bregðast við því. Og ólíkt HTML og CSS, þá er villimiðhöndlun mjög mikilvæg í JavaScript, af því að ef það kemur upp villa, að þá er mjög líklegt að sú villa muni hafa áhrif á alla keyrslu í forritun okkar og það bara hætti að virka yfir höfuð. Nema við séum búin að vera mjög passasöm á það að setja try-catch á rétta staði og bregðast við því ef eitthvað kemur upp sem ég gerði ekki ráð fyrir, þá er ég með plan. Og þá er þetta svona filosófísk pæling að nota þessa progressive enhancement hugmyndafræði til þess að aðskilja hegðunina frá markupinu og reyna að skilja eftir okkur sem minnst fótspor. Við erum ekki að setja allt forritið okkur inn í global scope, heldur nota modules og einangra okkur og reyna að vera svona skilja eftir okkur eins lítið og við getum. Og síðan ef við ætlum að nota einhverja virkni, til dæmis einhverja virkni núna eins og í verkefni 10, einhver virkni sem er nýlega skilgreind, getum við athuga hvort hún sé studd og þá sagt hugsanlega eitthvað svona afsakið, virknin er því miður ekkert í staðar í þínum vafra versus það bara ég reyna að gera eitthvað og forritið bara springur loft upp. Síðan þegar við erum að sækja gögn eins og í vefþjónustum, svo erum við að gera í verkefni 9, þá erum við að gera það yfir HTTP og það er þessi request response model og við höfum HTTP aðferðir og við nú bara nota get en við höfum aðeins skoða post í sambandi við form elementin. Svo höfum við þessa stöðukóða og það er þá aðalega þessir 3 hérna, success, við bara fengum gögnin, frábært. 400, þá er einhver villa, svo algengast er til dæmis 404, not found, við báðum eitthvað sem er ekki til og svo getum við fengið þessar 500 villur sem er þá eitthvað gerist á servernum. Bara eitthvað villa á servernum og við bara fáum það í hausinn. Svo erum við með JSON, það byggir sér bara á þessum gildum í JavaScript og leyfir okkur að búa sér til fylki og objekta og þessi primitive gildi til þess að skilgreina bara almennt gagnaformat sem er hægt að senda á milli og er auðvelt fyrir okkur að lesa og fyrir vélarnar. Ajax, þessi pæling að sækja hlutina asynchronously og uppfæra vefinn sem við erum að vinna með í staðan fyrir að sækja bara alltaf nýja síðu. En núna erum við að nota þetta í gegnum Fetch og Fetch er sett staðall sem er svona web API sem leyfir okkur að gera þessar fyrirspurnir og notar promises. Og vefþjónustur, og þá þurfum við að hugsa um það hvernig við vinnum með URL og við þurfum að hugsa um þessar stöður í forritun okkar á meðan við erum að sækja gögnin, meðan við erum að hlaða inn gögnunum, ef við fáum upp villu, ef við fáum tómasvarið og síðan ef við fáum þetta eðlilega svar sem við gerum svona oftast rétt ráð fyrir. Svo vorum við núna í senustu verkefnum að nota ESLint sem er þá linter fyrir JavaScript og ég er með fullt af plugins og við skilgreinum sér reglurnar okkar. Svo getum við tengt við þetta annað forrit sem heitir Prettier sem getur þá lagað jafn óðum allar villur sem við gerum og gerir þá í raun þetta linting verkefni frekar svona hverfur bara svona til hliðana. Svo erum við millimeðhöndlun, ég er með try-catch, við erum með fallaforritur sem við fórum nú ekki sérstaklega mikið í, en það eru svona dæmi það í sínlausninni og eitthvað í námsefninu og svona þetta. Þegar við erum að nota þessar aðferðir sem eru þá yfirleitt eitthvað map, reduce, filter eða find, sem að leita í fylkjum
og erum þá að reyna að byggja upp forritun okkar úr litlum, einföldum föllum sem saman búa til einhverja flóknar hluti. Þannig að við erum búið til abstraktsjónir í föllunum okkar. Þá kom inn hérna 2 hugtök sem higher order functions. Það eru föll sem taka inn eða skila falli og hrein föll. Föll sem skila alltaf sama útteki fyrir sama inntak. Þetta verður mikilvægt svona þegar þið farið að núna að forrita meira, að skipuleggja kóðan ykkar og svona sem var aðeins komið inn í seinasta fyrirlesinu bara, eða í námsefninu, sem var prófanir, sem við fórum ekkert svona sérstaklega mikið í, en við hugsum svolítið í vegforritun 2 og það er þetta að hugsa, þegar búið til forrit og forritið mitt getur klikkað, get ég einhvern veginn séð fyrir og búið til umhverfi þar sem ég get svona simulerað þessar klikkanir og brugðist bara við þeim og fengið ákveðið traust á það að forritið mitt virki fyrir hvað sem hentið það. Þannig að frá því að vera bara eitthvað einfalt fall sem reiknar út einhverja tölu, að ég veit að ef ég sendi inn þetta gildi og þetta gildi, þá á ég að fá út þetta gildi, þá get ég bara skilgreint það sem test og þá koma þessi hreinu föll mjög sterk inn, að við erum með föll sem alltaf þegar við fáum eitthvað ákveðið inntak, þá skilja alltaf nákvæmlega sama úttakinu, því þá að við getum búið til þessi test. Og svo alveg í blálokin hluti sem við fórum bara ekkert í verkefnum en þarna aðeins, og það er þetta að nota hlutbundna forritun og að geta skipt upp forritunum og geta skilgreint hver ber ábyrgð á hverju og fá þessar reglur þá sem við getum nýtt okkur eins og þau kannski hafi lært eitthvað í Java, data hiding, encapsulation, ég man ekki hvað það heita hinn, hérna þessi solid principle og já, interface, og þarna erum við aftur, þetta er önnur leið til þess að hjúpa saman virkni og manage þetta flækjustig. Helsta verkefni okkar sem forritarar er bara að vinna með flækjustigið sem er alltaf bundið í því að búa til forrit. Þetta er JavaScript.